Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þór K. Hamrana í öðrum til hamingju með bikarmeistaratitilinn, Jói. Takk fyrir það og sömuleiðis. Jói, þetta var rosalega leikur, framlenging, háað rok sem bitnaði á báðum liðum. En það má eiginlega segja að Oddný Karolína Hafsteinsdóttir, hún hafi verið stjarnan dagsins og kláraði þetta. Já, heldur betur og hún skoraði 2 glæsileg mörk og sigldi þessu svona heim, en þetta var svona seiglu sigur. Við áttum ekki okkar besta leik í dag og menn voru spenntir og svolítið uppskrúfaðir og mikið mistök og við svolítið hrædda við að halda boltanum og svona svolítið úrslitaleiksbragur á þessu, en það var karakter og seigla sem að sigldu þessu og náttúrulega 2 glæsileg mörk fyrir Oddný. Við vorum svolítið heppin undir lok venjulegs leiktíma þegar að FH skotið þess þannig að þar skall nærri hælum. Já, við vorum að spila við frábært lið FH en það er náttúrulega rúlluð upp Íslandsmótinu þetta lið, mjög sterkt og vel spilandi með mjög sterka einstaklinga og það er skutu í slá í fyrri hálfleik og það er aftur skalla í slá hann í restina og það var bara, eins og ég segi, þær voru verðskulda yfir í hálfleik, bara mjög sterkt lið en ég var mjög ánægð með mínar stelpur að ná að verjast þessum áhlaupum þeirra. Þannig að, en við getum alveg sagt bara, og það er sanngjarnt að segja, hér voru að eigastu 2 bestu lið landsins í öðrum flokki kvenna. Ég held að það sé bara ekki spurning. Þetta eru 2 bestu liðin og þess vegna var svona rafmagnaður leikur í framlengingu og öllu. Við getum sagt ef við horfum á bæði liðin bara og horfum á íslenska knattspyrnu fyrir kvenna megin að framtíðin í björt. Já, og það er mjög efnileg leikmenn í báðum þessum liðum og ekki spurning að á næstu árum þá eru margar sem voru á vellinum báðum liðum í dag sem eru að fara að láta verulega sig kveða í efstu deild. Og svona bara að þegar við erum nýkomnir og búin að vera að horfa mikið EM-æði á Íslandi, þannig að þetta er nú kannski engin tilvíðan að við séum þar í A-landsliðinu og þegar uppeldisstarfi í félagana er svona eins og raun ber vitni. Nei, ég er alveg sammála því. Það er upp á endir eða svona, uppskeran er býsna mögnuð í kvennaboltanum og að hafa farið 2 á lokamót og svolítið svona, það er kraftur sem fylgir þessu en það þarf líka eitthvað að vera búið að gera svo þetta gangi. Þannig að uppeldisstarfið á Íslandi er held ég bara með því betri sem að við þekkjum. En þú sáttur með sigurinn í dag? Ég er himinlifandi, alveg himinlifandi. Það er svona aðeins fara að nepja og ágætt að komast inn en ég er mjög ánægður með þetta. Jú, haustið er komið, við finnum það núna, það er skítkalt. Það fauk fram hjá okkur í dag. En það er rosalega gaman að sjá eins og það er bóðið upp á fína umgjörð. Þetta er bara eins og persvíkdeildar umgjörð á öðrum flokki kvenna og leikurinn sýndur í beinni þannig að þetta verður ekkert betra. Ég meina þetta er náttúrulega bara stórkostleg umgjörð og fullt af fólki að horfa á og efast ekki að hafa margir verið að fylgjast með á netinu líka í beinni útsendingu. Þannig að þetta bara geti ekki hafa verið betra nema kannski aðeins meira lok. Ég taldi áhorfendur í gegnum linsuna, Jói, já sæll. Ég taldi áhorfendur í gegnum linsuna og þeir voru vel á 300. Það er kalt núna, Jói, ekki var þetta til að bæta. Nei, ef það væri leikur næstu helgi þá væri þessar ekki þar. En hún er á bekknum. Hún verður á bekknum. Nei, þetta var ég var að væla undan kulda, þetta hjálpaði ekki. Jói, farðu í almennilega sturtstofuna og sagðir til hamingju sigurinn. Takk fyrir það, takk.